Kæru hlustendur, ég heilsa ykkur frá Fríkirkjunni í Reykjavík. Fríkirkjan frjálst og óháð trúfélag sem byggir á traustum grunni. Hvatinn að stofnun Fríkirkjunnar var trúfrelsi, en flokkur kirkjufólks á Reyðarfirði sagði sig úr lögum við þjóðkirkjuna á grundvelli nýrrar stjórnarskrár og stofnuðu Fríkirkju, kirkju sem var óháð bæði þjóðkirkju og Danakonungi, kirkju sem var frjáls. Í sama frelsisanda Fríkirkjusöfnuðurinn í Reykjavík stofnaður. Á þessum degi árið 1899, þar sem lögð voru til grundvallar hugmyndir jafnræði stétta, lýðræði og jafnrétti og hugsjónin frjálsa kirkju. Ávextir Fríkirkjunnar í íslenskri menningu eru vel þekktir. Á langri sögu safnaðarins hefur Fríkirkjan látið að sér kveða í mannlífi og menningu. Fríkirkjusöfnuðurinn var leiðandi afl í lýðræðisþróun og sjálfstæðisbaráttu Íslendinga við upphaf 20. aldar. Fríkirkjusöfnuðurinn var leiðandi í jafnréttisbaráttu Íslendinga, en séra Ólafur Ólafsson fríkirkjuprestur var meðal alþingismanna sem beittu sér fyrir fjárráðum kvenna, kjörgengi kvenna og rétti kvenna til menntunar og embætta. Fríkirkjusöfnuðurinn hefur í gegnum söguna fagnað vísindum og rannsóknum við iðkun guðfræði og má þar nefna Harald Níelsson, guðfræðiprófessor, sem predikaði hér við kirkjuna á árunum 1914 til 1928. Fríkirkjusöfnuðurinn hefur á þessari öld tekið afgerandi afstöðu með hinsegin fólki og var fyrst trúfélag á Íslandi til að gefa saman samkynhneigð hjón. Og Fríkirkjusöfnuðurinn hefur tekið skýra afstöðu með jafnri stöðu trúfélag á Íslandi, fjölmenningu og trúfrelsi. Mikilvægast af öllu að Fríkirkjan í Reykjavík býður upp á raunverulegan valkost í trúmálum. Valkost til handa þeim sem vilja tilheyra þeirri trúarhefð sem hefur mótað menningu okkar frá siðbót, en kjósa að tilheyra söfnuði sem heldur á lofti framsýni, frjálslyndi, fjölmenningu og mannréttindum. Söfnuði sem hefur látlausa, trúverðuga uppbyggingu. Af þessum sökum hefur kirkjan okkar vaxið til muna og meðlimafjöldinn hefur tvöfaldast á þessari öld. Fríkirkjan og verður opið samfélag. Kirkja sem staðsett við tjörnina í miðbæ Reykjavíkur telur safnaðar meðlimi frá öllum landshornum og út fyrir landsteinana. Hrífist þú með, hlustandi góður, standa dyr Fríkirkjunnar þér opnar.
Dýrasta hnossið í safnaðarstarfi Fríkirkjunnar er það tónlistarfólk sem hér starfar. En hvern sunnudag klukkan 2 dunar hér djass í bland við sálma og söng hópsins við tjörnina og barnakóruna okkar tveggja. Í þeim anda eru í dag haldnir afmælistónleikar klukkan 4. Þar sem öllum er boðið endurgjaldslaust að hlýða á norsku djass tónlistarmennina Arne Hjort og Helgi Nysted ásamt tónlistarfólki Fríkirkjunnar. Við hefjum helgihaldið með því að undirbúa okkur undir að meðtaka og upplifa samfélag. Við hvort annað og við þann kærleika sem er að baki líf okkar, Guð. Til að mega skynja og þiggja þá elsku þurfum við að leggja það til hliðar sem stendur í vegi fyrir því að við sjáum lífið með augum kærleikans. Sú bæn heitir miskunnarbæn. Bænin sem við syngjum á uppruna sinn í kirkjunni í Úkraínu. Það kostar hugrekki að viðurkenna vanmátt sinn, að opna hjartað og biðja aðstoð, en launin eru ríkuleg og birtast í því að það er meira rými fyrir elsku. Svarið frá Guði er alltaf elska, þess vegna er svarið við miskunnarbæn dýrðarsöngur. Þá söfnum við saman þeim bænarefnum sem okkur liggja á hjarta, í kollektu. Í liðinni viku komu fermingar ungmenni Fríkirkjunnar saman og skrifuðu bænir, en bænarefni þeirra endurspegla það sem þjóð okkar biður fyrir þessa stundina. Íbúum Grindarvíkur og þeim sem þjást undan stríðsátökum. Þjóðin hefur liðna viku horft með aðdáun til æðruleysis og samstöðu Grindvíkinga. Hugur okkar og hendur eru með ykkur í verki og við biðjum eins og eitt fermingar ungmennið skrifaði í bæn sinni að allt fari vel. Þá er heimsbyggðin hrygg yfir þeim stríðsátökum sem bitna á saklausum borgurum og börnum þessa heims. Börn eru mælikvarði á heilbrigði samfélaga og við biðjum því fyrir börnum, þeim börnum sem okkur er treyst fyrir og þeim börnum sem búa við erfiðar aðstæður. Fyrir son þinn Jesú Krist drottinn vorn, sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannur Guð aldir alda. Amen. Oh
Guðspjall þessa sunnudags að finna í Matteusar guðspjalli og eru huggunar orð, ætluð öllum þeim sækja í brunn trúarinnar. Á þeim tíma tók Jesús svo til orða. Ég vegsama þig, Faðir, drottinn himins og jarðar, að þú hefur hulið þetta spekingum og hyggindamönnum, en opinberað það smælingjum. Já, Faðir, svo var þér þóknanlegt. Allt hefur Faðir minn falið mér og enginn þekkir soninn nema Faðirinn, né þekkir nokkur föðurinn nema sonurinn, og sá sonurinn vill opinbera hann. Komið til mín, öll þér sem erfiðið og þunga eru hlaðin, og ég mun veita yður hvíld. Tak á yður mitt ok og lærið af mér, því að ég hóvær og af hjarta lítillátur, og þá munu þér finna hvíld í sálum yðar. Því að ok mitt ljúft og byrði mín létt. Þannig hljóðar heilat Guðspjall, sæl eru þau sem heyra Guðs orð og varðveita það. Amen. Okkar æðri máttur. Við Íslendingar búum á mörkum hins byggilega heims, á landi elds og ísa, þar sem frumöflin takast á með ógnvænlegum hætti. Frumöflin eru okkur æðri. Gagnvart þeim getum við verið sem strá sem feykjast í vindi. Íbúar á suðvesturhorni landsins, þeir sem búa á Reykjanesskaganum, sjálfur ég Suðurnesjamaður, hafa staðið frammi fyrir æðri mætti frumaflana undanfarið. Grindvíkingar hafa síðustu vikurnar upplifað ógnvænlegar jarðskjálftahrinur sem hafa skekið jarðargrunn, þann jarðargrunn sem við öll stöndum á. Eldgos, jarðeldar úr iðrum jarðar, ógna okkur. Það sem æðri máttaröflin láta vita af sér úr dýpstu djúpum, úr möttlinum sjálfum, hið neðra. Óvissan það hvað verður getur virst yfirþyrmandi. Þau sem fyrir verða og þurftu að flýja heimili sín, eiga þá hættu að missa allar eigu sínar, allt það sem þeim var og er dýrmætast af efnislegum gæðum. Hugur okkar og bænir eru hjá þeim. Okkar alfæristu raunvísindamenn á sviði jarðvísinda hafa vissulega aflað sér þekkingar það sem hefur gerst og það hvað mögulega gæti gerst. En varðandi öruga framvindu, framhaldið, það sem verður, veit í raun enginn. Óvissan algjör. Jarðvísindamenn spá nú, trúa þessu, hinu, giska, álykta, vonandi verður hugsanlega fer þetta í þessa áttina gæti rétt eins farið alveg í hina. Spár, spekulasjónir í örlaga glímu við æðri mátt sem við fáum ekki ráði við, né stjórnað. Vonin, bænin, samstilling samfélagsins þeirra og okkar stæðsta vopn. Ég hef aldrei almennilega skilið þau sem segjast bara trúa á það sem þau sjá og skilja og neita að trúa á æðri mátt. Við erum enn sem fyrr lukin æðri máttarvöldum sem við hvorki sjáum né skiljum, en eru skekinn, hrist og kastað út í horn sem leiksoppar ytri aðstæðina og svift öllu hvað varðar okkar tilveru grunn. Kraftar sem við höfum ekki stjórn á, þekkjum mjög takmarkað æðri mátt sem við náum ekki að höndla, skilja né stýra nema mjög takmarkuðu leyti. Við Íslendingar erum ekki í þessari stöðu í fyrsta sinn. Svona hefur þetta alltaf verið.
Það að kannast við sín eigin takmörk og smæð framið fyrir skapara sínum í mínum huga merki lífsvísdóm og visku. Gott að leita í smiðju okkar eigin menningar og trúararfleifðar. Við trúum á æðri mátt kærleikans, þann æðri mátt sem ljósið þegar myrkrið verður of myrkt. Þann æðri mátt sem veitir huggun, styrk, samhygð og lifandi von. Mörgum hugsað til Vestmannaeyinga sem fyrir hálfri öld þurftu að yfirgefa eyjuna sína miðja nótt í janúarmánuði. Þá leituðu margir til bænarinnar. Einnig mér hugsað til Skaftárelda, Skaftfellinga sem fyrir 240 árum mistu allt sitt. Jarðir lögðust í eyði, margir týndu lífi. Þá var það þegar hraunið rann beggja vegna byggðarinnar að séra Jón Steingrímsson fór með fólki til kirkju, flutti sína frægu eldmessu. Bænin var þeirra eina vopn. Bæn einfaldlega það að tjá sameiginlegar vonir okkar og að efla vonarríka samstöðu. Ég vitna í orð forseta Íslands. Hann segir: Við ráðum ekki við ægimátt náttúruaflanna, en við getum stýrt okkar eigin viðbrögðum, eins og lítil samhent fjölskylda á svona stundu. Tilvitnun lýkur. Nú stöndum við sem samhent fjölskylda frammi fyrir mikilli ógn. Við megum ekki missa vonina og það tjáum við með bæninni. Nú erum við ekki öll trúuð, nú erum við ekki öll kristin, það skiptir engu. Þörfin fyrir að tjá vonir og væntingar öllu mannfólki sameiginleg, óháð trúarbrögðum, lífsskoðun eða menningarheimum. Einlæg bæn felur í sér heilun sem okkur öllum nauðsynleg á örlagastundu. Við fögnum því sem vel hefur verið gert. Vissulega höfum við séð kærleiksrík viðbrögð, almenningur að rétta fram hjálparhönd, bjóða fram húsnæði og mat, allt sem það getur. Það eru kærleiksrík viðbrögð. Allir öryggis- og viðbragðsaðilar hafa verið til mikillar fyrirmyndar. Við megum ekki missa trúna á okkar æðri kærleiksríka mátt og það tjáum við aftur með bæninni. Bæn vonaríka framtíð öllum til handa, skapar samúð, samstöðu og samhygð. Við hugsum til Grindvíkinga, við biðjum öll fyrir trúi Grindvíkingum. Nú varir trú, von og kærleikur þeirra kærleikurinn mestur. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant. But nothing, I said nothing can take away these blues. It's been so lonely without you here, like a bird without a song. Nothing can stop these lonely tears from falling. Tell me, baby, where did I go wrong?
to the doctors, and guess what he told me? Guess what he told me? He said, girl, you better try to have fun, no matter what you do. But he's a fool, 'cause nothing compares to you. All the flowers that you planted, Mama, in the backyard, all done when you went away. I know that living with you, baby, was sometimes hard, but I'm willing to give it another try. 'Cause nothing compares to you. Nothing compares to you. Nothing compares to you. Sara Gríms, yndislegu söngur, yndislega vel með farið. Þakka þér fyrir. Hinn heimsfræga írska söngkona Sinead O'Connor lést í sumar. Hún var mjög trúuð en vogaði sér að gagnrýna kaþólsku kirkjuna fyrir margs konar afturhaldssemi. Móðir hennar kaþólsk var veik á geði, beitti börn sín bæði andlegu og líkamlegu ofbeldi. Sinead var send á vandræða unglingaheimili sem kirkjustofnunin rak, þá var hún aðeins 15 ára. Í ljós hefur komið nú eftir að myrkraverkin sem unnin voru á slíkum heimilum hafa verið gerð opinber, að fáir koma heilir undan slíkri ánauð. Fjöldagrafir barna, ungra, ógiftra mæðra hafa fundist í tengslum við kaþólskar umönnunarstofnanir og klaustur. Í þessari viku berast fréttir frá öðru kaþólsku landi, Spáni, af umfangi kynferðisbrota kaþólsku kirkjuna þar í landi. Þar segir, þolendur kirkjunar manna frá því miðbik síðustu aldar skiptu hundruðum þúsunda. Þessi írska stúlka með brotinn bakgrunn vogaði sér að rífa ómerkilega pappírsmynd af páfa í beinni útsendingu á einni vinsælustu sjónvarpsstöð í Bandaríkjunum. Hvers vegna var hún þar? Jú, hennar lag, sem við hér heyrðum, var einn stærsti smellur allra tíma. Viðbrögð kaþólsku kirkjunar við því voru þau að hún var opinberlega svívirt, svipt sinni æru og heimsframa, púuð niður á risatónleikum fyrir litin víða heim. Hún var látin líða fyrir opinberar syndir kaþólsku kirkjunar og líf hennar varð mjög stormasamt. Lagið Nothing Compares to You gerði hana heimsfræga. Sinead O'Connor var óviðjafnanleg, Nothing Compares to Her, einstök manneskja, listakona, mannréttinda frömuður. Hún var látin líða fyrir að vera á undan sinni samtíð. Hún var brautryðjandi sem sagði sannleikann en útskúfuð af trúarstofnuninni sem braut á henni, rétt sem á miðöldum. Þegar
Sinéad O'Connor var boðið að halda sína tónleika hér í Fríkirkjunni við Tjörnina í október árið 2011, þá reyndist það að vera einstakur tímamóta viðburður. Hún sagði í viðtali við heimspressuna: þetta var í fyrsta skipti sem mér var leyft að spila og syngja í kirkju. Ég hafði verið beðin að halda tónleika í sóknarkirkjunni minni heima á Írlandi til að afla fjár fyrir söfnuðinn. Ég sagðist meira en til í það, en kaþólski presturinn vildi síðan ekki hleypa mér inn í kirkjuna. Þeir vildu mig ekki vegna þess að ég hef valdið kirkjunni vandræðum. Þess vegna var afar notalegt að fá loks að syngja í Fríkirkjunni á Íslandi. Hennar orð. Hún heiðraði Fríkirkjuna hér við Tjörnina með einstökum tónleikum sínum hér, án þess líklegast að vita því sjálf. Við í Fríkirkjunni erum auðmjúk og ævinlega þakklát fyrir það að Sinéad O'Connor heiðraði okkur með sinni nærveru. Veit ekki hvort við höfum gert henni nógu vel grein fyrir því á sínum tíma. Ég hef lagt það til að kaþólska kirkjustofnunin geri hana dýrlingi. Sinéad verðskuldar það betur en margir aðrir á þeim slóðum, en litlar líkur er á því.
Yndisleg tónlist, yndisleg tónlist. Nú, aftur gott fólk, allt annað efni. Agi og tilsjón. Sjaldan ef nokkur tíma hafa biskupsembætti þjóðkirkjunnar notið eins lítillar virðingar eða eins takmarkaðs trúverðurleika og undanfarna mánuði og ár. Forsíðu fréttir aftur og aftur, klúður á klúður ofan í biskupa bröltinu. Hvað gera biskupar þá? Jú, þeir virðast nú ætla í víking, taka sér meiri völd. Tveir biskupar þjóðkirkjunnar, það er Agnes Sigurðardóttir biskup og Kristján Björnsson vígslubiskup, hafa sett fyrir kirkjuþing tillögu eigin völd og áhrif sem eiga að ná langt út yfir mörk stofnunarinnar. Í tillögunni segir: Biskup Íslands hefur yfir umsjón með kirkjuaga innan þjóðkirkjunnar og hjá þeim fríkirkjusöfnuðum starfa á sama kenningargrunni. Sem sagt, biskup þjóðkirkjunnar hafi yfir umsjón með kirkjuaga og hafi tilsjón hjá og með sjálfstæðum lúterskum fríkirkjum. Ennfremur að tilsjón biskups tekur þá til allra þátta kirkjulegra starfsemi og starfsfólks. Tilvitnun lýkur. Hvorki meira né minna. Þetta hljómar sem yfirtaka. Fríkirkjan í Reykjavík algjörlega sjálfstæð og óháð þjóðkirkjunni og óháð biskupum hennar. Og hún vill ekki vera sett undir neitt biskupsvald. Vá gott fólk, hvað merkir þessi farsi? Hvaðan á þetta sjálftekna vald að koma? Það frá páfanum í Róm? Erum við hér að fara að sjá 2 kardinála, annan í Skálholti og hinn á Hólum, og svo íslenska útgáfu af allráðandi páfa hér í Reykjavík? Ætla biskupar að taka sér aga og tilsjónarvald yfir fleiri lögaðilum sem eru stofnuninni algjörlega ótengdir. Til dæmis yfir íslenskum fjölmiðlum, svo að þeir flytji engar neikvæðar fréttir af þjóðkirkjunni. Ætla biskupar að taka sér aga og tilsjónarvald yfir siðmennt, ásatrúarfélaginu, yfir kirkjuþingi og jafnvel alþingi, svo að engar rangar ákvarðanir verða þar teknar varðandi stofnunina. Þetta skrítið. Mikið hefur fjölgað í frjálsum lúterskum fríkirkjum mörg undanfarin ár og mjög hefur fækkað í þjóðkirkjunni á sama tíma. Og hugsanlega þessi fáránleiki einhvers konar fálmkennd varnarviðbrögð við því. Ef þetta nær fram að ganga, þá hér að ræða brot á landslögum trúfrelsi. Ef við rýnum í samskipti undanfarin áratuga milli þjóðkirkjunnar og fríkirkjunnar Reykjavík, þá hafa þau verið gott sem engin. Þjóðkirkjustofnunin með öll sín forréttindi og fjármuni hefur látið sem fríkirkjan sé ekki til. Undantekning eru umræður á kirkjuþingi árið 2001. Þá vaknaði svo hugmynd innan kirkjuþings að bjóða fríkirkjum að ganga inn í þjóðkirkjuna. Það átti að vera freistandi boð og vottur kristinn kærleika. Það var alls ekki að okkar beiðni. Þegar upptökur af umræðum kirkjuþings láku óvart út, þá kom tilgangurinn í ljós. Tilgangurinn var að fríkirkjur mistu sér stöðu sína, aðdráttarafl og fjármuni. Á kirkjuþingi var talað fríkirkjur að þvílíkri fyrirlitningu og hroka að veruleg skömm af fyrir þjóðkirkjuna. Nú þegar gott fólk þjóð okkar stendur frammi fyrir mikilli ógn náttúruaflanna, þá væri æskilegt að þau sem telja sig sjálf í forsvari á sviði kirkjumála, að þau hugsa eitthvað annað en eigin völd og ásókn í peninga. Hverjir þurfa aga og tilsjón?
Yndisleg tónlist, yndisleg kæra þakkir. Við eiginkona mín vorum tiltölulega nýkomið frá landinu helga, Ísrael, Palestínu, þegar Hamas gerði sína villimannlegu innrás á óbreytta borgara í Ísrael. Við höfðum þar leitt góðan hóp Íslendinga þetta einstaka landsvæði, nutum friðar, fegurðar, menningar beggja þjóða og einstakrar sögu. Ég hef búið á þessu svæði, skömmu síðar breyttist bjartur dagur í dimma, viðbjóðslega nótt. Ísrael á að teljast lýðræðisríki. Lýðræði er meingallað fyrirkomulag en það er enn það besta sem við þekkjum. En lýðskrumarar populistar hafa verið mjög iðnir víða heim við að kortleggja veikleika þessa lýðræðis fyrirkomulags og nýta sér þá veikleika til að ná völdum og áhrifum. Í aðdraganda síðustu kosninganna í Ísrael var alið á ótta og óöryggistilfinningu almennings. Ótti og hræðslu áróður stýrði því hvað almenningur kaus í stað hugmyndafræðilegra hugsjóna eða lýðræðislegrar velferðar og trúar ofstækismenn náðu völdum. Öfgafullir hægri bókstafstrúarmenn komust aftur í lykilstöður og aftur var alið og hefur verið alið á þjóðernishyggju, trúaröfgum, ótta og hatri á milli Ísrael og Palestínumanna sem og á milli Ísraela sjálfra. Öfgar og ofstæki ala af sér hatur, grimmd og dauða. Einhver göróttasti og eitraðasti drykkur sem hægt að blanda settur saman í blöndu af trú og þjóðernishyggju, trúarbrögð og pólitík þjóðríkja. Landið helga þekkir þessa sögu betur heldur en flestir aðrir. Viðbjóðsleg innrás Hamas inn í Ísrael þann 7. október var hatursfull aðgerð þar sem markmiðið var að myrða sem flesta saklausa borgara með sem hrottafyllstum hætti og í þeim tilgangi að fá verulega ofstækisfull viðbrögð á móti. Og það tókst. Mikið hefur verið mótmæli í Evrópu gegn Ísrael. Æ fleiri hatast nú út í Ísrael. Haturssamtökin Hamas náðu því markmiðum sínum, það að segja að breiða út hatur. Hatrið báðum megin. Ofstækið beggja vegna víglínunar. Hryllileg meðferð Ísraelsmanna á íbúum Gaza til langs tíma og dráp þúsunda þeirra með sprengjuregni undanfarið, það glæpur gegn mannkyni. Gjörðir Hamas þann 7. október og það hvernig þeir síðan nota börn, konur, hinna veikburða á sjúkrahúsum, nota sem lifandi skildi og fagna jafnvel mannfalli eigin saklausra og varnarlausra borgara á Gaza, þar sem Hamas sjálfir hafa lokað flóttaleiðum borgaranna, eigin borgara sem fórnað í áróður skyni, það líka glæpur gegn mannkyni. Fjöldamorð á eigin fólki. Hvað getum við gert hér á Íslandi? Jú, forðumst ofstæki, forðumst hatur og öfga. Tökum ekki þátt í hatursorðræðu sem svo víða að finna líka í okkar samfélagi. Bætum ekki olíu á eldinn. Hatur orsök margra stærstu vandamála heimsins, en hatur hefur aldrei leyst neitt einasta vandamál hingað til. Biðjum fyrir varanlegum friði þar sem réttlætið nær fram að ganga. Fagni hún
Fríkirkjan í Reykjavík opin kirkja sem vil taka þátt í margradda kór fjölmenninga samfélagsins. Í þeim anda bjóðum við siðmennt að athafna í fríkirkjunni og höfum beðið fólk af fjölbreyttum trúaruppruna að biðja, kyrja og beina hugsunum með okkur í átt að friði. Síðastliðna páska framleiddum við þátt sem bar yfirskriftina Friður og fjölmenning. Þar sem framkomu kona frá Úkraínu sem bað fyrir friði, kona frá Indlandi sem kyrjaði fyrir friði, múslimi sem söng friðarbæn, hjálpræðiskona sem tilheyrir framvarðarsveit friðarins og allsherjargoði Ásatrúarfélagsins sem bar fram friðarorð. Bænir þessar má finna á YouTube síðu kirkjunar. Friður hin hebreska heilsa, shalom. Friður hin arabíska kveðja, assalamu alaikum. Friður sé með ykkur kveðja Jesú í Nýja testamentinu, eirene hymin. Og kveðja sem kirkjan hefur endurómað í gegnum aldirnar, pax vobiscum. Friður svo þrá sem öll börn bera í brjósti og hún eina leiðin áfram. Biðjum fyrir friði með bæna orðum Jesú. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Oh
Við færum ykkur friðarkveðju frá Fríkirkjunni Reykjavík. Veriði sæl, veriði blessuð, kæru hlustendur nær og fjær. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen.